Þór þjálfari, hvernig meturðu frammistöðu liðsins í dag? Það var vonbrigði hvernig við spiluðum varnarleikinn. Það var mikið að halda fyrir fram á okkur eða bara allan leikinn. Þurftum því miður að breyta vörn og spila einhverjar 12-15 mínútur í svæði sem við ætluðum ekkert að gera. Til þess að hægja á þeim sem við gerðum. Lentum undir í fyrsta leikluta. En náðum að jafna og missum þá þremstu miður í hálfleik. En svo komum við ekki nógu grimmir til leiks í þriðja á móti þegar þeir komu bara frábærir í þriðja og náðu bara að klára leikinn. Þannig að frammistaðan hefði mátt vera betri, sérstaklega í svona transition-vörn. Hún hefði mátt vera betri. Erfiður leikur á morgun, Tékkar slátruðu Luxemburg, 84 stig. Hverja telurðu möguleikana? Er einhver séns á að vinna þetta öfluga lið? Já, það er alltaf möguleiki alltaf. En við erum klart að Hugi verið ekki með. Hann snýði sig illa ökla og Styrmir datt illa á úrliðinn og Bermanni fékk höfuðhögg, þannig að vonandi Stefán sjúkraþjálfari að testa þarna 2 af þessum 3 saman. Og þannig við þurfum að öllu halda á morgun ef við ætlum að ná markmiðum okkar. Markmiðum okkar eru klár, að reyna að vera top 2 til þess að komast í 1-8 og en þetta var svolítið högg í dag en klart mál að Tékkar eru mjög sterkir og þeir, eins og þú sagðir, þeir rúlluðu yfir Luxemburg í dag og spila mjög aggressívan bolta sem við þurfum að leysa vel á morgun. Nú svona eftir fyrstu umferðina hægt að kannski aðeins meira að meta. Þessir árgangar eru náttúrulega misjafnir á þessum löndum. En eigum við möguleika í þessa sterku þjóðir eins og Ísrael, Tékka og Bosníu til þess að fara í topp 8? Það þarf alltaf að smella með okkur og þá meina ég bara allt. Við þurfum að hitta miklu betur. Við þurfum að skjóta 17% í dag og það er bara alltaf lág prósenta í 3 stiga til þess að ætla að ná einhverjum sigurum. Sérstaklega eins og við vorum að gefa alltaf auðvitað á móti, beint á hringinn. Þannig að það þarf að lagast töluvert til þess að við náum því en það er ennþá markmið okkar og með það markmið þá trúum við því og við stefnum að því.